Já, til tækifæri Halldór Jón Sigurðsson. Það er stór dagur á morgun. Já, það er ótt að segja það, þessi stór dagur á morgun klálega. Tonni, segðu mér, er skjálfti í mönnu fyrir leik eins og á morgun eða labba menn bara með kassan út inn í þetta verkefni eins og hvert annað? Já, allan ég laf með kassan út við öll verkefni, en það ég geti nú bara verið alveg hreinskilin, þá geti ég alveg trúið því að leikmenni séu svona pínulítið stressaðir og örugglega fólk í kringum okkur líka. En við munum taka góðan fund í dag, góða æfingu og munum fara yfir þau atriði sem að gerast á morgun og undirbúa okkur bara vel andlega og ég vænti þess að morgun verði bara einungis spenningur og bara tillökkun við það að fara að spila þennan stórleik. Nú eru nokkarar í liðinu sem eru einhver nýgræðingar í meistaradeildinni, hafa spilað fleiri en eitt leik og þannig að það eru kannski vita svona pínlítið út í hvað er að fara. Já, algjörlega. Svo er svona, það er kannski ekki margar sem að spila við lið svona þessar stærðagráðu, en þetta verður bara spennandi. Ég held að bara í alla staði verður þetta að vera mjög skemmtilegt og spennandi, ögrandi, krefjandi verkefni, allt í senn einhvern veginn og bara gaman að fá þetta stórlið á okkar heimavöll. Tonni, Þór Káa hóf sinn feril í meistaradeildinni á því að spila við þá kölluðum við stórlið Turbín Potsdam sem þá hafi gert góða hluti. Ef við berum þessi tvö lið saman, Wolfsburg og þá, er þetta mun stærra? Ég held það, já. Ég held að Turbín Potsdam er stórkostellið á sínum tíma. Veit ekki alveg hvað í dag, hvort það er búið að leggja niður eða saman eitthvað yfir lið, ég veit það ekki. Fótboltinn er kannski bara að ég held orðin tölur stærri í dag heldur en hann var þá. Það eru bæði fleiri lið, núna fara íslensku liðin beint í fara í undankeppni fyrst, þá fóru þau fyrst bara beinustu lið í riðlakeppni eða útsláttakeppni ef maður rétt. Þannig að það eru svona fleiri lið kannski hituna og erfiðar að komast áfram heldur en kannski var þá, og ég held að Wolfsburg sé, hafandi séð þó nokkuð leikjunum undanfærið hjá þeim, þá held ég að þeir séu, þeir eru klárlega eitt, ef ekki besta eða næst besta lið í heiminum og þeir eru með landsliðsmenn í öllum stöðum og bekknum líka. Þannig að ég man ekkert hvernig Turbín Potsdam lið var en eflaust svipað. En ég held að Wolfsburg sé með við stærðargráðuna og með við hvernig fótboltinn hvað hann hefur breyst frá þeim tíma til dagsins í dag, að þá er þetta að ég held töluvert stærra. Með fullri virðingu fyrir því liði sem að Þór Káa var árið 2011, þá eru allflestir á því að liðið í dag sé töluvert mikið sterkara heldur en það lið sem þá var. Ég veistu ekkert um það. Ég held það, já, en ég bara ekki viss hvaða leikmenn voru í þau liði, sko. Ég veit svona, klálega svona megin hlutan en ekki alveg allar, en vissulega eru við með bara mjög sterkt lið og verðum með sterkt lið á morgun, engin vafi, og söknum alveg klálega tveggja mjög sterkra leikmanna. Önnur verður undir á bekknum en hún er svo sem ekki líklega að koma inn á, og svo Ariane sem er í banni, og það verður mjög erfitt að fylla þeirra sterka skarðan eða mikla skarðan, en við gerum okkur allir besta þess. Það kemur maður í mannstað. Svo í gær þá var mikið húlum hæ á Þórshöfn, það sem var sameiginleg æfing hjá Þóra Káa í yngri flokkum kvenna, og þar mátti sjá á þessum ungu stúlkum að það er rosalega spenningu fyrir leiknum. Já, ég held það. Ég skynja ekkert nema spennu, sko, svona í samfélaginu okkar. Ég meina, því ég fyrir út í Netto þá bara ykkur Jón og Gunnar að segja bara allir gangi ykkur vel og maður bara já, takk. Það er mjög skemmtilegt, sko, að upplifa það að fólk fylgist vel með og fólk veit af því að þetta er að gerast, og það er bara frábært og ótrúlega stoltur fyrir hönd Þór Káa bara að fólk sé að bera svona mikla töða til okkur og sé að styðja okkur svona eins vel og raunin er. Og þetta er náttúrulega þetta kannski þannig að eins og núna að svo magna hvað fólk er að flekkja sér á bakveita og loka punktana á þessu verður einmitt fyrir áhörður og koma á Þórshöll og njóta augnabliksins óháð því hvernig fer, það kemur bara ljós.
Já, algjörlega. Það eina sem við getum mögulega gert að bara gera okkar allra besta og sjá svo bara hvað kemur út úr því. Við trúum því að það geti komið mjög góða hlutur út í, við trúum því að við getum unnið og ná jafntefli eða sem sagt unnið eða ná jafntefli, ná góðum úrslitum. Það væri stór sigur fyrir okkur að ná jafntefli. Það væri náttúrulega stór sigur ef við myndum vinna. En gerum okkur alveg grein fyrir, við erum alveg í raunveruleikunum, gerum okkur grein fyrir því að þetta verður erfiðasti leikur sem þessir leikmenn okkar munir okkur tíma að spila líklega bara. Allavega hafa spilað og svo sjáum til hvað verður. Þannig að það þarf allt að ganga upp og við þurfum að eiga þvílíkan stjörnuleik til þess að ná einhverjum úrslitum sem eru stórkostlega en þú veist, það hægt og af hverju þá ekki bara reyna þegar það hægt og ég hef aldrei skilið annars konar hugsunarhátt en það og ég veit að stelpurnar mínir eru alveg sammála mér í því að við munum leggja allt til sölunar og það allt hægt í þessu og þess vegna segi ég bara að við eðlilega ætlum að reyna að vinna. Og eins og þú segir að það er trú í liðinu og þegar trúin til staðar þá það veit það gott og trúin flytur í fjöll. Já, við þurfum eiginlega að hún gerir það náttúrulega á morgun. Þetta verður náttúrulega mjög erfiðleikur en við verðum með mjög gott plan, við erum með mjög gott plan, við veitum nákvæmlega hvað við ætlum að gera, við veitum hvernig hægt að stoppa þér. Við höfum horft upp á lið sem hefur stoppað þér, sem var mjög illa statt í tíðskúrastöðinni, þannig að þetta lið sem hægt að stoppa, engin spurning, en vissulega með töluvert margar ofurstjörnur innan sína raða sem verður bara gaman að takast á við. Og ekki skemmir nú í þessu öllu saman að skuli vera landsliðsmanneskja frá Íslandi sem að koma hérna sem mótherji? Nei, bara geggjað maður, hún náttúrulega einn af þessum ofurmönnum í þeirra liði og með þá leikið sem ég hef hort á og núna hjá þessu liði, ég er búinn að sjá þó nokkuð marga, þá virðist hún bara vera einn af aðalmönnunum, aðalleikmönnum liðsins sem bara geggjað, ótrúlega gaman mér finnst það mjög skemmtilegt eftir að því ég fór að horfa meira á þetta lið að sjá hversu veigamikið hlutverk hún að gegna, hún Sara okkar Björk, það náttúrulega bara alveg geggjað og hún að standa sig alveg stórkostlega vel í sínu hlutverki. Við eigum hana öll þó hún sé í þessu liði því að hún náttúrulega einu sinni landsliðsmanneskja. Já, við Íslendingar stöndum alltaf saman, við erum Íslendingar alveg sama hvar í heiminu sem það og við erum bara einn fjölskylda og frendur og frængur og allt þetta, þannig að ég held að við getum og erum bara mjög stolt af henni öll sem eitt. Allt að vera klárt, ég sé að Valdi fann að slá völlin og Loftur að gera netting klár og það allt í reiðu. Já, ég held að verði bara geggjaðar aðstæður hérna á morgun þegar leikurinn verður og þvílík eftirvænting og ég er mjög grunur að þú ætlar að spila með næstum áhorfendur því að það verður alveg hrikalega mikilvægt að fá stuðning á morgun maður minna við þurfum klárlega að fylla stúkuna og eiginlega bara miklu meira vel það að fá fullt af fólki. Ég held að séum með leyfi fyrir 3000 manns og ef það væri einhvern tíman tækifæri eða einhvern tíman tilefni til þess að fylla þennan völl þá maður minna þá morgun ef þetta væri kallalið þá væri þetta líklega Real Madrid sem var að mæta, næstbesta lið í heimi, ef ekki besta lið í heimi, þannig að Guð mig góður ef fólk hefur áhuga á fótbolta yfir annað borð og ef ekki áhuga á fótbolta þá á það að mæta á þennan leik þegar þetta leikurinn sem allir eiga að vilja sjá því að það munu allir vilja muna eftir þessum leik að hafa mætt á hann. 3000 manna Þórshöll, það því nú ekki ónýtt. Já, helst 3005, það væri náttúrulega alveg rosalega gaman. Donni, vonaði besta og ég segi bara gangið ykkur vel. Já, takk fyrir takk.